Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Postulasagan 22 mínútur yfir 8. Snúð því huga þínum frá þessari ilsku þinni og bið Drottinn að þér mætti fyrirgefast hugsun hjarta þíns. Postulasagan 29 mínútur yfir 3. Að þér haldið yður frá kjöti fórnuðu skurðgóðum, blóði, kjöti af köfnum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, gjörið þér vel. Verið sælir. Postulasagan 31 mínútur yfir 4. En þeir sögðu, trú þú á Drottinn Jesú, og þú munt verða hólpinn og heimilið þitt. Postulasagan 31 mínútur yfir 8. Vakið því og verið þess minnugir að ég ámyndi stöðugt sérhvern yðar með tárum dag og nótt í 3 ár. Postulasagan 35 mínútur yfir 8. Í öllu sýndi ég yður að með því að vinna þannig ber oss að annast óstyrka og minnast orða Drottins Jesú að hann sjálfur sagði, sælla er að gefa en þiggja. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 6. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætisvopnum, heldur bjóði sjálfa yður Guði sem lifnaða frá dauðum og limi yðar Guði sem réttlætisvopn. Rómverjabréfið 12 á móti 1. Því brýni ég yður, bræður, að þér, vegna miskunnar Guðs, bjóðu fram sjálfa yðra lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Rómverjabréfið 12 á móti 2. Hæðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugafarsins, svo að þér fáið að reyna, hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Rómverjabréfið 12 á móti 3. Fyrir þá náð, sem mér er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki herra sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi, og halda sér hver og einn við þann mæli trúar, sem Guð hefur útvitað honum. Rómverjabréfið 12 á móti 6. Vér höfum margvíslega náðargjafir, eftir þeirri náð, sem oss er gefin. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í hlutfalli við trúna. Rómverjabréfið 12 á móti 7. Sé það þjónusta, skulum mér þjóna. Sá sem kennir, hann kenni. Rómverjabréfið 12 á móti 8. Sá sem áminnir, hann áminni. Sá sem útbýtir gjöfum, gjöri það í einlægni. Sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfin og sá sem iðkar miskunnsemi, gjöri það með gleði. Rómverjabréfið 12 á móti 9. Elskan sé flærðalaus. Hafið anstigð á hinu vonda, en haldið fast við hið góða. Rómverjabréfið 10 mínútur yfir 12.
Sýnið hver öðrum bróðurkærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Rómverjabréfið 11 mínútur yfir 12. Verið ekki hálfvolkir í áhuganum, verið brennandi í andanum. Þjónið drottni. Rómverjabréfið 12 mínútur yfir 12. Verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 12. Takið þátt í þörfum heilagra, stundi gestrisni. Rómverjabréfið 14 mínútur yfir 12. Blessi þá, ofsækja yður, blessi þá, en bölvið þeim ekki. Rómverjabréfið 12:15. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Rómverjabréfið 16 mínútur yfir 12. Berið sama hug til allra, hreykið yður ekki, en haldið yður að hinum lítilmótlegu. Ætlið yður ekki hygna með sjálfum yður. Rómverjabréfið 17 mínútur yfir 12. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Rómverjabréfið 18 mínútur yfir 12. Hafið frið við alla menn að því leyti sem það unnt og á yðar valdi. Rómverjabréfið 19 mínútur yfir 12. Hefnið yðar ekki sjálfir, þér elskaðir, heldur lofið hinni refsandi reiði Guðs að komast að, því að rita þér, mín hefndin, ég mun endurgjalda, segir drottinn. Rómverjabréfið 20 mínútur yfir 12. En ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta, ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gjöra þetta, safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Rómverjabréfið 21 mínútur yfir 12. Lát ekki hið vonda yfirbuga þig, heldur sigra þú illt með góðu. Rómverjabréfið 13 á móti 1. Sérhver maður hlýði þeim yfirvöldum, sem hann undirgefinn. Því ekki neitt yfirvald til nema frá Guði, og þau sem til þau skipuð af Guði. Rómverjabréfið 13 á móti 3. Sá sem vinnur góð verk þarf ekki að óttast valdsmennina, heldur sá sem vinnur vond verk. En viljir þú eigi þurfa að óttast yfirvöldin, þá gjör það sem gott og muntu fá lofstýr af þeim. Rómverjabréfið 13 á móti 7. Gjaldið öllum það sem skylt þeim skatt, sem skattur ber, þeim toll, sem tollur ber, þeim ótta, sem ótti ber, þeim virðing, sem virðing ber. Rómverjabréfið 13 á móti 9. Boðorðin, þú skalt ekki dríkja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast, og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Rómverjabréfið 12 mínútur yfir 1. Liðið á nóttina og dagurinn í nánd. Leggjum því að verk myrkursins og klæðumst hertigjum ljósins. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 1. Framgöngum sómasamlega eins og degi, ekki í ófáti né ofdrykkju, ekki í sörlífi né svalli, ekki í þrætu né öfund. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 2. Dæmum því ekki framar hver annan. Ásetjið yður öllu heldur að verða bróður yðar ekki til ásteytingar eða falls. Rómverjabréfið 16 mínútur yfir 2. Látið því ekki hið góða, sem þér eigið, verða fyrir lasti. Rómverjabréfið 15 á móti 1. Skylt oss, hinum styrku, að bera veikleika hinna óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss.
Rómverjabréfið 15 á móti 2. Sérhver af oss hugsi náungan og það sem honum gott og til uppbyggingar. Rómverjabréfið 15 á móti 7. Taki því hver annan að yður, eins og Kristur tók yður að sér, Guði til dýrðar. Rómverjabréfið 17 mínútur yfir 4. Ég áminni yður bræður, að hafa gát á þeim, vekja sundurþykju og tæla frá þeirri kenningu, sem þér hafi numið. Sneiðu hjá þeim. 1. Korintubréf 10 mínútur yfir 1. En ég áminni yður, bræður, í nafni drottins vors Jesú Krists, að þér séð allir samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal yðar, heldur að þér séu fullkomlega sameinaðir í sama hugafari og í sömu skoðun. 1. Korintubréf 10 mínútur yfir 3. Eftir þeirri náð, sem Guð hefur veitt mér, hef ég eins og vitur húsameistari lagt grundvöll, annar byggir ofan á. En sérhver athugi, hvernig hann byggir. 1. Korintubréf 18 mínútur yfir 6. Flýið sörlifnaðinn. Sérhver önnur synd, sem maðurinn dríkir, fyrir utan líkama hans. En sörlífismaðurinn syndgar á móti eigin líkama. 1. Korintubréf 20 mínútur yfir 6. Þér verði keyptir. Vexa með því Guð með líkama yðar. 1. Korintubréf 7 á móti 2. En vegna sörlifnaðarins hafi hver og einn sína eiginkonu og hver og ein hafi sinn eiginmann. 1. Korintubréf 7 á móti 3. Maðurinn gæti skyldu sinnar gagvart konunni og sömuleiðis konan gagvart manninum. 1. Korintubréf 7 á móti 9. En hafi þau ekki taumhald á sjálfum sér, þá gangi þau í hjónaband, því að betra að ganga í hjónaband en að brenna af girnd. 1. Korintubréf 17 mínútur yfir 7. Þó skal hver og einn vera í þeirri stöðu, sem drottin hefur úthlutað honum, eins og hann var, þegar Guð kallaði hann. Þannig skipa ég fyrir í öllum söfnuðunum. 1. Korintubréf 8 á móti 9. En gæti þess, að þetta frelsi yðar verði ekki hinum óstyrku að falli. 1. Korintubréf 12 mínútur yfir 10. Sá hyggst standa, gæti því vel að sér, að hann falli ekki. 1. Korintubréf 14 mínútur yfir 10. Fyrir því, mínir elskuðu, flýi skurðgóðadýrkunina. 1. Korintubréf 24 mínútur yfir 10. Enginn hyggi að eigin hag, heldur hag annara. 1. Korintubréf 25 mínútur yfir 10. Allt það, sem selt á kjöttorkinu, geti þér etið á nokkura eftirgrinnslana vegna samviskunnar.